Góðan daginn, gaman að sjá okkur hérna í dag. Við erum hérna komin til þess að slá botnin í viðburðaríkt rekstrarár Haga fyrir árið 2025 og 2026. Við ætlum að fara hérna yfir niðurstöðu fjórðungsins síðasta og ársins í heild. Ég heiti Finnur Oddsson og Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, ætlar að gera þetta með mér. Við munum rúlla í gegnum reksturinn á fjórðungnum sem að tekur til mánaðanna desember, janúar og febrúar, svo það sé sagt. Og svona segja frá því helst það sem gerist og taka svo spurningar í lok fundar og ég ætla að benda fundamönnum sem eru hérna á streyminu með okkur að það er hægt að senda inn spurningar á fjárfestakynning@hagar.is sem að við leitumst svo við að taka til umfjöllunar ef færi gefst í lok fundar. Við höfum síðustu ár reynt að hafa uppgjörður, við erum að reyna að færa það aðeins framar en erum auðvitað að lenda í smá vandræðum og árekstur í páskana og á þeim sökum þá erum við í dag að kynna stjórnendauppgjör núna en endanlegur ársreikningur verður gefinn út eftir 2 vikur réttar. Og eins og ég nefndi áðan þá er uppgjörið bara nokkuð sterkt, eiginlega mjög sterkt. Það sama á við rekstrarárið í heild en það er mögulega kannski aðeins sérstakt vegna þess að svona aðstæður í efnahagslífi núna eru vægast óvissar og hafa raunar snúist til hins verra á frekar fáum mánuðum, eitthvað sem við getum að sjálfsögðu bara hort í eigin barm með hérna heima fyrir en svo bætist núna við róstur í Mið-Austurlöndum og það verður til þess að olíuverð hækkar gríðarlega og það hefur haft bein áhrif á lífskjör hérna heima með því ýtandi verðbólgu og það er kannski þess vegna sem að okkur er það mikið ánægjuefni að geta sagt frá því eftir ansi langan undirbúning að Hagar eru komin í tímamóta samband, innkaupa samstarf við stærsta aðila dagvörumarkaði í Danmörku sem heitir Salling Group og það felur þetta í sér að hundruðir vara munu á næstu vikum og mánuðum lækka í verði hjá okkur í verslunum okkar í Bónus og Hagkaup. Við munum að sjálfsögðu fjalla nánar hérna þetta á eftir en þó að þessi tímasetning sé tilviljun þá hefði upphaf þessa samstarfs varla geta komið á betri tíma því við trúum því að þessar breytingar hjá okkur, þessar lækkanir hjá okkur hafa jákvæð áhrif á verðþróun á dagvörumarkaði á næstu mánuðum. Hérna uppi til hægri á myndinni sjáu þið myndir af nokkrum vörum úr Salling vörulínunum og hérna á borðum einnig og það sem ég ætla að biðja fundamönnum að gera er að kynna sér endilega þessar vörur og hérna það eru pókar hérna á bakvið, það er líka svona pop-up lager sem við erum með þannig að við hvetjum ykkur til að taka með ykkur vörur og hérna bara eins og ykkur listir og taka með heim og prófa í eldhúsinu yfir helgina. En við skulum vinda okkur í verkefnið, fyrst rekstraryfirlitið og byrjum á að fara hratt yfir árið í heild. Við seldum vörur fyrir 197 milljarða á árinu, það er aukning ríflega 9%. En ég vek athygli á því í öllum samanburði, þá þarf að hafa það í huga að það er bara á þessum síðasta fjórðungi þar sem við erum með samanburðartölur frá Færeyjum, frá SMS í fyrra. Reksturinn skilaði 18,1 milljarði í EBITDA, rétt ríflega 18,1 sem er yfir útgefinni afkomuspá eða svona í efri mörkum og hagnaðurinn nam 7.394 milljónum og EBITDA jókst hérna þá 23% og hagnaður 5%. Varðandi hagnaðinn og ég veit að Guðrún fer betur yfir þetta eftir, þá vildi ég draga athygli að því að það eru matsbreytingar á fasteignum sem hafa mikil áhrif, þar voru upp í fyrra, eru niður núna sem dregur þá hagnaðinn niður og skýrir hérna svona hvað EBITDA-breytingin og hagnaðarbreytingin er mikið á skjön. Nú framleiða hlutfall hefur styrkst á meðan kostnaðarhlutfall veikjast aðeins. Það er kannski fyrst og fremst tilkomið vegna breyttrar samsetningar samstæðunar með tilkomu SMS þar sem kostnaðarhlutföll eru önnur. Nú heilt yfir er þetta sögulega með sterkari rekstrarárum Haga og við erum bara mjög ánægð með það. Ef við tökum fjórðunginn sérstaklega fyrir, þá er vörusala rétt ríflega 48 milljarðar, EBITDA rétt ríflega 4 milljarðar, hún er aukast 4,5%. Hagnaður nam þarna tæpum 2 milljörðum og það sama á við hér, það er sveifla út af matsbreytingum sem skýrir þá munin á svona trend í EBITDA og hagnaði. Framleiða hlutfall er að styrkjast, stendur í 25,6% og launa og kostnaðarhlutfall er að hækka en bæði þessi hlutfall gildir það að niðurfelling olíugjalds ýkir hlutfallið að óbreyttu. Nú heilt yfir þá er þetta bara mjög góður fjórðungur sem við förum núna betur yfir og Guðrún fyrir dýbra og í rekstrartölunar á eftir. Nú það sem að stendur upp úr á fjórðungum ef við horfum svona yfir sviðið hann var svona tvískiptur og hann er það alltaf, það er bilað að gera í desember og svo er janúar og febrúar yfirleitt svona
frekar dempaðir en það skiptir auðvitað mestu máli að reksturinn gekk heilt yfir vel og við erum að bæta rekstur í flestum af okkar rekstrareiningum. Við erum ekki að bæta reksturinn í Olís og SMS. Það eru undantekningar núna miðað við síðasta fjórðung en við erum yfir áætlun bæði í þessum báðum einingum, það er að segja Olís og í Færeyjum. Það hefur verið stöðug ásókn, svona aukin ásókn í verslanir hjá okkur almennt og við sjáum að fjöldi heimsókna er að aukast og við erum að selja fleiri stykki og þetta er svona meðbyr sem hefur verið nokkuð skeið hjá okkur og okkur finnst bara að vera að herða í seglin þarna, þannig að þetta er þvert á okkar starfsemi. Nýja vildakerfið okkar, takk fór í loftið og er vel tekið, núna eru þarna 60.000 meðlimir. Við erum búin að leggja mjög mikið í undirbúningin fyrir verkefni eins og takk, eins og Haga miðla og núna síðast salningssamstarfið sem er svo sem búið að vera undirbúning í allan okkur tíma og erum mjög spennt fyrir því í öllum þessum verkefnum hvað er framöndan. Nú klasi gengur mjög vel, framlag klasa sem hlutdeildarfélag í Högum er verulegt, við treystum þeim eins og kannski menn muna fyrir stórum hluta af fasteignum okkar fyrir nokkrum árum þróunareignum og í dag er okkar hlutdeild í hagnaði 828 milljónir eða sem nemur það vel 11% af hagnaði Haga í heild. Nú að lokum þá erum við alltaf ánægð með að skila virði til hluthafa, uppsafnaður hagnaður og hluti hefur hækkað 21% á síðustu 12 mánuðum. Nú ef við horfum á starfsættina hjá okkur og byrjum á þessum stærsta sem eru verslanir og vöruhús á Íslandi, þá gekk vægast sagt mjög vel. Við byrjuðum á frábærum desember eins og ég nefndi áðan, jólavertíð sem að setti svolítið tóninn. Það var velta var 35,7 milljarðar og það er 8% aukning á milli ára og þetta er í rauninni miklu sterkari vertíð, sérstaklega jólavertíðin heldur en að var á sama tíma í fyrra. Auki magn hjá okkur er eðlimáls samkvæmt að skila bættri afkomu. Nú EBITDA starfsþáttarins nam 3.092 milljónum og sem er tæplega 18% aukning og EBITDA hlutfall af afkomu starfsþáttarins er að styrkjast töluvert. Nú, ég er búinn að nefna það áður, við erum að sjá mikla fjölgun á heimsóknum og seldum stykkjum og við vitum það að þegar það er mikið að gera í búðunum hjá okkur þá er líka mikið að gera í aðföngum og banunum og rekstur þeirra eininga og annarra smærri eininga í félaginu, þá er ég að tala Eldum Rétt, Sara og Stórkaup, gekk vel og við erum sérstaklega ánægð með svona leitnina í Stórkaup þar sem að tekjuvöxtur er töluvert hraðari þar heldur en annars staðar. Nú ég er búinn að nefna þennan mikla undirbúning fyrir verkefni eins og takk og saling og miðla, en bara ef þið gerið ykkur í hugulund það að skipta út einhverjum hundruðum vörunúmera fyrir vinnu í vöruhúsunum og fyrir vinnu í verslunum er verulegt átak og tekur alltaf nokkuð tíma. Ef við kíkjum þá á bónus, þar er svo sem það sama í gangi og verið hefur. Bónus gengur mjög vel og hefur í einhvern skilningi verið að sækja í sig veðri undanfarna mánuði og misseri og við sjáum þetta vel í rekstrartölunum. Við vorum að velta 24,9 milljörðum, það er 9% tekjuaukning og aftur þegar tekjur aukast svona hraustlega þá styrkist afkomaður óbreytt á milli ára. Skýringin á þessari þróun, hún er náttúrulega ekkert sérstaklega flókin. Við erum bara að fá fleiri viðskiptavini í búðnar hjá okkur og þau eru að kaupa fleiri stykki og breytingin á milli ára er 9% í fjölda viðskiptavina og 4% í fjölda stykkja á milli ára og þá getum maður velt í upp af hverju er bónusin á þessum árangri. Og það er kannski fyrst og næst vegna þess að bónus er að standa við loforðið að það sé hagkvæmast að versla í bónus allt land. Við leggjum okkur fram árangri í innkaupum, við leggjum okkur fram að halda niðri rekstrarkostnaði sem er forsenda fyrir því að hafa álagninguna lága og halda niðri verði. Og ef við horfum til síðustu 12 mánaða þá erum við af svona 6.000 give or take fjölda vörunúmera í bónus, þá erum við að halda 1600 vörum óbreyttum í verði á milli 12 mánaða og við erum að lækka vöruverð á 850 vörum og nota bene þetta er áður en að saling kemur inn. Þetta er það sem fær bónusteymið til þess að tikka, það elskar að ná svona árangri en svona hliðarsagan af þessu er sú og kannski það sem maður hefur áhyggjur af er að þetta á fyrst og fremst við innflutavörur, innlendu vörurnar, innlendar framleiddavörur og landbúnaðarvörur sem er mjög stór hluti körfunnar eru ekki að sýna þessa leitni. Nú búðirnar okkar eru, svo ég sletti nú bara no frills, það eru einfaldar, það eru skilvirkar, við höfum verið að gefa þeim létta andlitslyftingu og eins og breikka ganga, við erum að bæta við búðum sem eru með gripið og greitt og svona bæta aðgengi almennt.
Vöruúrval hefur verið aukið lítillega, kannski sérstaklega í ávöxtum og grænmeti, þar sem við erum að leggja töluverða áherslu á bæði aukið úrval og aukin gæði, sem að skila sér í aukinni sölu í þessum flokki sem frábært. Og við erum líka að leggja meiri natni við að höfða til fjölskyldna en áður. Við erum að styðja nýburafjölskyldur með barnabónusgjöfum, við erum að selja íþróttanammi í tonnavís og svo erum við að bjóða upp á frábær vikuleg tilboð undir ódýrust vikunar í bónus og svo í gegnum takk. Og þannig að ég ítreka það bara, bónus að standa við loforð til viðskiptavina og fleiri kunna greinilega að meta þetta í hverju mánuði sem okkar markmið að sjálfsögðu. Það eru auðvitað blikur á lofti með matarverðbólgu því að þetta stríði með Austurlöndum mun óhjákvæmilega hækka framleiðslu og flutningskostnað og þess vegna tímasetningin á salningsaðstæðunum frábær, sérstaklega fyrir bónus og rímar vel við loforðið hagkvæmustu matvörukörfunum allt land. Þannig að heilt yfir árið með þeim sterkari sem við höfum séð í bónus og lítur út fyrir að byrjun sé áfram í seglunum þar. Það sama má svona að vissuleyti segja Hagkaup en það aðeins öðruvísi breytingar á landslæginu þar. Hagkaup augljóslega jólaverslun landsmanna. Það að minnsta kosti meiri munur hlutfallslega á Hagkaup í venjulegum mánuði og Hagkaup í jól en í flestum öðrum búðum hjá okkur. Við vorum að velta 7,7 milljörðum á fjórðungnum og það aukning 7% og afkoma var að styrkjast svona heldur umfram það. Heimsóknum viðskiptavina að fjölga en seldum stykkjum, þau standa svona meiri í stað og varðandi stykkin þá það sem að gerast svona ákveðin hliðrun á milli flokka. Við getum nefnt sem dæmi að framboð á tilbúnum réttum hefur verið stóraukið hjá okkur og það þýðir þá á mannamáli að viðskiptavinur kaupir 1 tilbúin rétt, þá hann að gera það í staðinn fyrir að kaupa kannski 5-7 vörur til þess að búa til þann sama rétt sem kemur þá niður í talningun og stykkjum. Nú rekstrarárið í heild líklega það sterkasta í sögu Hagkaups. Það kemur til að því að við erum að fá til okkar fleiri viðskiptavina og þeir eru að kaupa verðmeiri vörur, samanber tilbúnu réttina og samhliða hefur við náð ágætis aga á rekstrarhliðinni, þannig að afkoma að batna umtalsvert á milli ára og byggt á þessum árangri þá svona trúum við að við getum verið nokkuð bjartsýn með nýtt rekstrarár fyrir Hagkaup. Og þá að Olís sem næsta starfsþætti. Það augljóslega engin lognmótla í kringum olíu þessa dagana en ástandi núna snertir ekki reksturinn á fjórðungnum sem það virðist vera að gerist fyrir 4 árum líka að það kemur einhver óstabíl einræðisherra og ræðst inn í land og þá hefur það mjög mikil áhrif á rekstur í matur og dagur á Íslandi. En síðasti fjórðungur var fínn. Þó svo að tekjur hafa dregist saman, dróð saman 10%, það skýrist að öllu leyti af því að olíugjaldi var afnumið í janúar og febrúar og þannig að óbreyttu hefðu tekjur staðið í stað. En það er hægt að minna það að framleiðir í rauninni meira og minna óbreytt eða í krónum talið í gegnum þessar breytingar. Ég vil þó að komi nú fyrir að einhverjir haldi öðru fram. Þetta ekki illa til. Afkoman var fín, 488 milljóna EBITDA sem yfir áætlun en aðeins undir árin í fyrra en sá fjórðungur var reyndar óvenju sterkur. Við erum seldum lítrum á milli ára bæði hjá stórnotendum og smásölu lítilega en það jákvætt en svona eins og á síðustu fjórðungum þá líka fínn vöxtur í sölu á þurfur og veitingum í þjónustustöðum sem sýnir að viðskiptavinum að hugnast þessar umbætur sem við farið í með stöðvarnar, breytinga ásýnd og þjónustuframboði og við ætlum bara að halda þeirri vegferð áfram. Við erum að reyna að gera Olís að sem mest aðlaðandi áfangastað með góðum skyndibita og frá Lemon og frá grillinu, Grill 66 og gaman kannski segja frá því að í fyrra þá seldust 555.000 hamborgarar í gegnum þjónustustöðvarnar og í gegnum Volt heimsendingu sem á árinu, þannig að þetta er ansi stór skyndibitastaður. Við erum að þjóna bílaeigendum á ýmsan hátt með þvottastöðvum, með því að skrá kílómetristöð í appi og svo framvegis. En þegar við horfum yfir árið heild þá var þetta líka svipað og með bónus eitt af sterkari rekstrarárum í sögu félagsins, þannig að við getum ekki annað en verið mjög ánægð með rekstur Olís í dag. Við munum halda áfram að búa okkur undir til lengri tíma þennan hægfara samdrátt í seldum olíulítrum, eitthvað sem hefur gengið ágætlega og það má marka það af breyttri tekjusamsetningu félagsins þar sem að tekjur sem tengjast
vörusölu sem þá ótengd olíu að aukast hlutfallslega. Við vonum að sjálfsögðu til þess að átökin hérna niður í Persaflóa ílengist ekki en það alveg ljóst að áhrifin fram á veg verða veruleg hvort sem að þau hættar núna eða seinna. Við horfum til Færeyja sem þá síðasti starfsþátturinn okkar. Við erum að ljúka núna fyrsta heila rekstrarárinu þar sem að SMS undir regnhlíf Haga eftir kaupin. Tekjur námu þarna rétt tæpum 4 milljörðum á fjórðungnum, EBITDA var 452 milljónir sem 11% af veltu. Þetta ágætis afkoma en hún lakari en í fyrra og það eru tvær megin ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þá vorum við með einskiptis tekjufæslur vegna afslátta frá byrgjum sem röðust bara inn í desember í fyrra og notabene það var einu mánuðurinn sem að við höfðum með reksturinn að gera á því ári eða fjórðungurinn. Þetta lotast öðruvísi á þessu ári. En í öðru lagi þá lentum við í töluverðum hremmingum núna viku fyrir jól sem ekki gott að lenda í hremmingum ef maður er að reka dagvöruverslanir en það var það því að skip með aðföngum var nokkrum dögum seint til Þórshafnar. Virðiskeðjan hjá okkur hönnuð þannig að við erum með cirka 7 daga í verslunum okkar í Færeyjum og síðan næsta 7 daga lager í skipi og þegar skipinu seinkar þá tæmast búðirnar þannig að við erum mjög undirseld svona áreiðanleika flutninga. Þetta kemur náttúrulega mjög illa við 2 vikum fyrir jól þannig að þarna varð af töluvert tekjutap sem var ekki unnið upp og markar aðeins fjórðunginn. En þrátt fyrir það var aðsóknin góð og fjórðungurinn var bara fínn. Við erum að fjölga viðskiptavinum 2,2%. Hefði orðið meira án þessa óhapps. Við erum að sjá að þessi verslunarkjarni nýji í Rúnavík, bryggjan í Rúnavík að draga verulega að og við sjáum mikið mun á búðin okkar fyrir og eftir að hún fór þar inn og almennt bara gott yfir í Færeyjum. Þannig að við getum ekki annað sagt en að við séum í skýjunum með niðurstöðu ársins. EBITDA vegna SMS í Færeyjum endar í ríflega 2 milljörðum á rekstrarárinu og það sterkari rekstur heldur en við gerðum ráð fyrir þegar félagið var keypt og það munar alveg minna. Nú þetta í aðalatriðum staða rekstrar á þessum helstu rekstrareiningum. Ég langar hins vegar að hlaupa yfir svona nokkrar léttari fréttir. Ég búin að nefna það að við erum ánægð með TAC og hvernig það fer á stað og á 3 mánuðum eru 60.000 meðlimir núna búin að skrá sig til leiks. Þeir að safna TAC-krónum og þeir að nýta þær aftur til þess að versla. Þeir að nýta sér allskyns fríðindi sem í boði og rekjanleika eða nýja þjónustu svona með yfirsýn yfir innkaupum sem var ekki mögulegt áður. Samhliða því að vera til áhugaverðar upplýsingar kauphegðun sem má nýta til þess að þróa verslanirnar okkar áfram og við hlökkum til þess að fara í það verkefni og það í rauninni þegar hafið. Samhliða þá munum við slípa til TAC-vildakerfið svo það falli betur á væntingum viðskiptavina en það verður örugglega verkefni næstu ára. Nú við höfum á síðustu árum byggt nokkra netverslanir í þá önnur verkefni heldur en hefðbundna netverslun með matvöru. Við höfum svona haldið okkur þar meira til hlés. Þar má nefna hagkaup með fókus á servur og veislurétti. Við erum að sjá þar mjög góð aukning á milli ára, einhver 30% í fjölgun pantana og tekjur eru aukast svipað þar. Og það má segja það sama vefverslun stórkaups og í rauninni vefverslun banana sem eru reyndar B2B-verslanir. Þar eru að sjá miklu stærra hlutfall af okkar viðskiptavinum panta í gegnum netverslunina sem sparar þeim tíma bæti þjónustuna gagnvart viðskiptavinum en þetta kannski sparar okkur fyrst og fremst líka mjög mikla vinnu og skiptir verulegu máli. Ef við höldum áfram þá eru þvottastöðvarnar í Glans í miklum uppbyggingarham þessa dagana hjá Ólís. Við opnuðum okkar 5. stöð núna í Skúlagötu í febrúar og viðtökur við þessari nýju þjónustu eru alveg ótrúlega góðar. Og bara til að gefa ykkur einhver rekstrarleg dæmi þá þrefaldaðist velta á milli 3. og 4. ársfjórðung á þessu ári í Glans sem augljóslega þetta fyrirtæki í uppbyggingu, við erum að bæta við stöðum en þetta farið að muna þessa veltu og þessa afkomu. Nú Barnabónus sem ég nefndi áðan styrktarverkefni bónus í samstarfi við okkar góðu Byrgja þar sem að fjölskyldur nýbura fá gjöf pakka af nauðsynjum sem að henta fyrir þennan tímapunkt. Við erum að tala barnaföt, við erum að tala bleiur og barnamat og svo framvegis. Markmiðið eins bónuslegt og þau verða að létta undir með fjárhag barnafjölskyldna og okkur telst til að 95% allra fjölskyldna
sem eignuðust börn á síðasta ári hafi fengið gjöf, barnabóksin að gjöf. Það eru 4002 barnabók sem fóru út á kalendarárinu 2025 og þetta er stuðningur sem við erum virkilega stolt af og munum halda þessu áfram. Við erum líka stolt af því að öll fyrirtækin okkar eru mjög virk í stuðningi við samfélagsleg verkefni og ég nefni eins og í kringum hátíðirnar stuðning við Mæðrastyrksnefnd, Hjálparstarf kirkjunnar, Rauða krossinn. Við erum að styðja við þessi flottu verkefni með fjárstuðningi, með hátíðar matapökkum, við erum að hjálpa til með vinnu, við erum að gefa afslátt af gjafakortum og svo mætti lengi telja og bara til að létta undir. Nú að lokum, þetta er svona smá uppáhalds hjá mér, ég verð að viðurkenna, ég er steikanörd og við höfum á síðustu ári verið að þétta samstarf okkar við íslenska bændur sem rækta holdanaut. Og það er alveg ótrúlega gaman að sjá þróunina sem hefur verið í þessari ræktun, hvernig bændur eru farnir að ná feikilega góðum árangri með kynblöndun og fóðrun og aðbúnað almennt og það er að verða til þess og þetta er svona komið á nokkra bæi núna og þeim er að fjölga að íslenskt kjöt er í gæðaflokki sem að við höfum ekki áður átt að venjast og staðan er núna svo að allt kjöt sem að selt er undir merkinu hagmernað, bæði aðallega í hagkaup en að einhver leyti í bónus, er af allra hæsta gæðaflokki sem völ er á og stenst að öllu leyti samanburð við það besta sem að við getum fengið að utan. Ég nefni það reyndar að allt kjöt, meira og minna nautakjöt sem kemur að utan er fryst og það hefur verulega áhrif á gæði, en þrátt fyrir það þá er þetta í rauninni, þetta er afburðakjöt og þannig ég vil bara svona nefna það hér fyrir þá sem deila þessu áhugamáli með mér að ef þið sjáu kjöt sem er upprunamerkt af tilteknum bæjum eins og Nýjabæ undir Eyjafjöllum eða Hofsstaðasel í Skagafirði eða Lambhaga á Rangárvöllum, þá eru slíkar upprunamerkingar sérstakur gæðastimpill og það er ekkert annað en að fara og gera en að finna tilefnið og kaupa þetta og vita til þess að þarna er verið að versla kjöt í okkar búðum sem er líklega svona 20-30% lægra en sambærilegt kjöt í sérverslunum sem ég held reyndar að hafa ekki þessa vöru á þessum gæðum. Þetta var plugg dagsins. Nú, á síðasta fundi þá kynntum við áform nýja rekstrareiningu á okkar vegum sem ber nafnið Hagar miðlar. Við ætlum þar að séra okkur í því sem er kallað á íslensku smásölumiðlun eða retail media sem í stuttumáli gengur út á það að nýta aðstöðu á vegum smásöluverslana til að miðla auglýsingum til okkar viðskiptavina. Nú, það þarf ekki að fjölyrða það að slík miðlun er margfalt árangursríkari en hefðbundnar auglýsingar því skilaboðunum er komið á framfæri á réttum stað á réttum tíma þegar viðtakandi er í aðstöðu til að gera eitthvað og akta á skilaboðin á kaupstaðnum þá. Nú, það eru ekki mörg félag á Íslandi sem eru í jafn sterkri stöðu og með jafn sterka innviði og Hagar þegar kemur að smásölumiðlun. Við erum búin að undirbúa okkur mjög vel og starfsemin hefst formlega í dag á skemmtilegri ráðstefnu sem reyndar er uppselt á. Við höfum nýtt síðustu mánuði til þess að æfa okkur. Við höfum notað Hagar miðla til þess að auglýsa okkar eigin vörur og svo höfum við verið að starfa með nokkrum góðum byrgjum í svona pröfufasa og það er frábært að sjá að þessi miðlun er að skila raunverulegum árangri í verulega aukinni sölu. Og við finnum fyrir mjög miklum áhuga á þessu framtaki hjá okkur og við höfum þá trú að Hagar miðlar með þeim sé hægt að setja samstarf okkar og okkar frábæru samstarfsaðila í ennþá skilvirkari farveg. Það sem að ávinningurinn er allra, hann er aukinn þjónusta gagnvart viðskiptavinni, hann er nýr og öflugur auglýsingamiðill og betri arðsemi fjárfestinga í markaðsstarfi fyrir okkar birgja og Hagar eru þarna að ýta undir sölu að sjálfsögðu en við erum líka að skapa nýjan tekjugrunn sem að byggir á nýtingu á eignum sem við höfum hingað til ekki verið að nýta yfir höfuð. Þannig að ráðstefnun eru eftir, eins og ég nefndi það er uppselt en við erum þakklátt fyrir áhugan. Þá að kannski rúsinin í pylsuendanum, það er samstarfið við Salling Group sem við erum búin að nefna hérna á undan. Aðeins formál að þessu, eins og vitað er þá höfum við alla tíð með bónus í forgrunni lagt áherslu á gríðarlega áherslu á árangri í rekstrarkostnaði og innkaupum til þess að geta boðið upp á þetta lága vöruverð til neytenda. Þetta er auðvitað ekki alltaf auðvelt á Íslandi með sína fjarlægðir, flutningskostnað, snargalla vinnumarkaðsmódel og
örsmán markað og lítinn innkaupakraft. Stóra breytan hérna af mörgum sem að raunverulega telja innkaupsverð. Mikilvægasti áhrifavaldur á verð út úr búð verð inn í búð, þannig að innkaup og innkaupsverð skipta öllu máli. Þannig að við höfum núna nokkura ára skeið leitað tækifærum í innkaupum þar sem við getum fengið að nýta innkaupakraft stærri aðila á breiðri línavörum sem hentar íslenskum markaði og fyrir ári síðan þá hófst þetta samtal við Salling Group heildsölusamstarf. En Salling Group fyrir þá sem ekki þekkja til langstærsti og öflugasta fyrirtækið á sínu sviði í Danmörku. Félagið rekur yfir 2100 verslanir undir nöfnum sem að mörg okkar þekkja. Þetta eru Netto, þetta eru Fötex og þetta eru Bilka í Danmörku og reynda líka í Þýskalandi og Póllandi og svo Rými verslanirnar í Eystrasaltslöndunum, nokkur hundruð búðir þar. Heildarfjöldi starfsmanna 70.000, þannig að þetta ansi stórt fyrirtæki og það á mikilli siglingu í Danmörku að sækja markaðshlutdeild hratt og núna með mjög ákafa vaxtastefnu sem að auðvitað mikilvæg í þessum geira vegna þess að hér skiptir stærðin einfaldlega öllu máli þegar kemur að því að ná innkaupsverði niður. Nú, það sem við erum að leggja sem megin áherslu í þessu samstarfi eru innkaup á svokölluðum eiginmerkjum eða private label og framboð Salling á slíkum vörum einstaklega sterkt, líklega það fremsta sem boðið upp á í Danmörku þegar við horfum á fjölbreytni, gæði og verð og þar spilar auðvitað stærð félagsins stóra rullu. Vörulindar sem við byrjum með undir merkjum á borði Salling, Salling Öko, Salling Free og Salling Princip. Þær eru fleiri en þessar eru allar þekktar fyrir að þar fara saman gæði og verð og því tengt þá þetta vörulínur með mjög svona sterkum skandinavískum áhrifum. Það mikil áhersla á hreinleika og sjálfbærni og viðurkennda gæðavottanir eins og Q-merkið eða Svaninn og svo framvegis. Nú, við höfum sett fyrstu vörurnar í hillur hjá okkur í Bónus og í Hagkaup og gerum ráð fyrir að úrvalið muni stækka mjög hratt. Tekur einhver vikur og mánuð að koma því upp í svona það sem að markmiðið en þá verða vörurnar fleiri en 1000 frá Salling í boði í okkar verslunum. Það má örugglega segja að þetta samstarf á milli Haga og Salling marki bara nokkuð stór tímamót í dagvöruverslun á Íslandi. Þarna eru stærsti dagvörusali á Íslandi og svo stærsti í Danmörku að snúa bökum saman. Að nýta kannski 15-faldan innkaupakraft Salling til hagsbóta fyrir viðskiptavini hérna heima. Niðurstaðan svo að verð á þeim vörum sem að Hagar taka inn frá Salling umtalsvert lægra en á sambærilegu vörum sem eru fyrir. Og með öðrum orðum þá erum við að fara að lækka verð á 100 vara í verslunum Bónus og Hagkaup á næstu mánuðum. Og þá erum við að miða sjálfsögðu við sambærilegar vörur, þetta eru nýjar vörur sem koma inn og við erum að lækka verð í öllum flokkum sem koma inn í. Við erum að lækka verð á budgetvörum, premiumvörum, lífrænum vörum, vörum án ilm og aukaefna og svo mætti lengi telja. Við erum mjög stolt af þessu samstarfi og svona trausti og velvild sem að þau sýna okkur sem samstarfsaðila og líka vilja þeirra til þess að láta gott að sér leið á Íslandi. Við trúum því líka áhrifin verði ansi góð og þetta geta verið til þess að gera hröð vegna þess að við gerum ráð fyrir að verðlækkanir í okkar verslunum muni hafa jákvæð áhrif á verðþróun og dagvörumarkaði og það kannski gaman að segja frá því að það tók ekki sérstaklega langan tíma því að frá því að við tilkynntum þetta samstarf og settum vörur í búðir í gær þá hefur samkeppnin lækkað verð á fjöldavörum til þess að bregðast við. Þannig að ef menn voru einhvern tímann efins að samkeppni virki hérna á Íslandi á dagvörumarkaði almennt, þá þessi viðburður ágætis vísbending að samkeppnin bara þrælvirka. Leið og fyrirtæki eins og við herðum okkur, þá leggja aðrir sig líka meira fram. Nú okkur finnst þetta bara frábært, því með því að skapa svona þessa dýnamík, þá erum við að leggja okkur á vogarskálar til þess að draga úr verðbólgu þrýstingi sem að nú alveg nægur fyrir þá í matvöruhlutanum á Íslandi og það sem sagt bónus áhrifin í hnotskurn og það óumdeilt að rekstur bónus hefur í gegnum árin haldið aftur af hækkunum á matvöruverði á Íslandi. Það hlutverk sem okkur kært og við erum að sinna því að festu núna. Þetta eru svo bara rétt í lokin hérna nokkrar fjölskyldumyndir af vörulínunum frá Salling. Aftur þið sjáið hlut af þessu á borðunum hjá okkur. Salling eru sem sagt uppi til vinstri vörur til daglegs brúks, flott lína, góða vörur á hagkvæmu verði. Síðan erum við með Öko sem stór lína af lífrænum vörum.
þar sem sjálfbærni í forgrunni og þið sjáu það í nafninu verið að spila þarna saman Ö-merkinu fyrir lífrænt í Danmörku og svo því að það var hansi ekonomísk öko. Frí eru vörur sem eru lausar við ilmefni og ofnæmisvalda, fyrst og fremst í snirti- og hreinlætisvörum en mjög stór flokkur af barnavörum af frábærum gæðum og síðan eru prinsipvörurnar þarna uppi til hægri, það eru svona, kannski má segja, úr efstu hillu, svo má orðið komast fyrir salkeran. Þannig ég hveti ykkur til þess að kíkja á vörurnar hérna á eftir og taki bara eins mikið og þau geti með heim. Þetta í fyrsta skipti sem að það má sem sagt labba út á þess að borga. En ég ætla að fá Guðrúnu til þess að fara betur yfir fjárhagsuppgjörið. Góðan dag. Ég ætla að byrja að fara bara yfir fjórðunginn, fjórða ársfjórðungs. En í byrjun fjórðungs var liðið ár frá því SMS í Færeyjum var hluta samstæðu Haga og því rekstur SMS nú í fyrsta sinn hluta samanburðar tölum fyrir árs. Vörusalan nam 48 milljörðum á fjórðungnum og jókst 2 milljarða milli ára eða 4,4%. Nú afnám olíugjalds eins og Finnur nefndi sem var áramótin hafði nokkur áhrif á vörusölu í krónum talið en með óbreyttu hefði söluvöxtur verið 6,4%. Framlag á fjórðungnum var 12,3 milljarðar og jókst 6,8% milli ára. Framlega hlutfall 25,6% og hækkaði 0,6% stig. Framlega hlutfalli styrktist bæði í dagvöruhlutunum hér á Íslandi og hjá stærðstætti Olís. Laun hækkuðu 9,9% og annar rekstrarkostnaður 2,7%. Kostnaður vegna Álfabakka 2 byrjar að telja í bókunum og nam 133 milljónum á fjórðungnum og lækkar annar rekstrarkostnaður því 2,5% milli ára ef að sá kostnaður frátalinn. EBITDA fjórðungsins var 4 milljarðar, hækkaði 4,5% milli ára. Afskriftir voru 1,7 milljarðar og hækkaði 14,3% og matsbreyting fjárfestingarfasteigna var neikvæð 189 milljónir. Samanburður síðasta ár óhagfelldur en þá var færð innskiptis tekjufærsla fjára 922 milljónir vegna fasteigna í rekstrarleigu hjá SMS. Áhrif hlutdeildarfélaga voru 955 milljónir og þar af námu áhrif af klasa 828 milljónum. Hagnaður fjórðungsins var 2 milljarðar, önnur heildarafkoma var neikvæð 145 milljónir, þar sem endurmat fasteigna fært beint á EIFE var 127 milljónir og þýðingamunur var neikvæður 272 milljónir. Heildarafkoma samtals var því 1,8 milljarður á fjórðungnum. Nú í fyrra var gerð breyting á reikningshaldslegri meðhöndlun fjárfestingarfasteigna í samstæðunni og þær færðar á gangvirði í reikningsskilunum í fyrsta sinn. En það skýrir 3,7 milljarða í aðra heildarafkomu í fyrra. Nú eins og ég nefndi þá var SMS í fyrsta sinn í samanburðartölum á síðasta ársfjórðungi rekstrarársins sem þýðir að samanburður á árunni heild litast af því að það vantar 3 ársfjórðunga í samanburðin. Vörusala ársins var 197 milljarðar, jókst 9,3% milli ára. Söluaukning stærðstótta verslan og vöruhús á Íslandi var 7,3%. En samdráttur var í sölu hjá stærðstætti Olís 8,2%. Framlag ársins var 49,1 milljarður, jókst 19,5% milli ára. Framlag hlutfallið var 24,9% og hækkaði 2,1% stig. Hækkunin má að hluta rekja til SMRs þar sem að framlag hlutfall almennt hærra í Færeyjum heldur en í starfseminni hér á Íslandi, en auk þess hefur framlag hlutfall Olís styrkst nokkuð. Heildarrekstrarkostnaður hækkar 18,3% að mestu vegna viðbótar SMS. Áhrif verðbólgu og kjarasamninga en auk kostnaður við Álfabakka 2. EBITDA ársins var 18,1 milljarður, hækkar 3,4 milljarða eða 23% milli ára. EBITDA stærðstóttar verslan og vöruhús á Íslandi jókst 13,2% og EBITDA stærðstóttar Olís jókst 12,9%. Og EBITDA SMS var tæpir 2,1 milljarðar. Nú matsbreyting fjárfestingarfasteigna var neikvæð 410 milljónir á árinu. En neikvæð matsbreyting vegna fasteigna í rekstrarleigu hjá SMS var 462 milljónir og jákvæð matsbreyting vegna fasteigna í leigu utan samstæðu Haga voru 51 milljón. Hagnaður ársins 7,4 milljarðar, jókst 5,2% milli ára. Önnur heildarafkoma 347 milljónir en þar var endurmat fasteigna sem færti beint á EIFE sem þá fasteignir í leigu innan samstæðunar var 493 milljónir en neikvæður þýðingamunur var 146 milljónir. Heildarafkoma samtals var því 7,7 milljarðar. Hérna höfum við svo lykilmælikvarða rekstra fyrir nýliðið ár og samanburð við síðustu 4 rekstrarár.
Velta hefur aukist hægt og þétt síðustu árin, áhrifina mestu vegna SMS núna milli ára, en veltuaukning verslana og vöruhúsa á Íslandi hefur líka verið góð. Á móti vegur samdráttur í veltu hjá Olís í krónum talið, meðal annars vegna breytinga á heimsmarkaðsverði og nú síðast vegna afnáms olíugjalda. Framlag hlutfalli hefur hækkað síðustu árin. Fyrstu samanburðarárin sem við sjáum þarna einkenndust auðvitað miklum hnökrum í aðfangakeðjunni, fyrst vegna COVID og svo stríðsreksturs Rússa í Úkraínu, en hækkun á þessu ári má að stórum hluta rekja til SMS, þar sem framlag hlutfall almennt hærri en á Íslandi, auk þess sem framlag hlutfall í Olís hefur hækkað og dagvaran á Íslandi einnig lítillega. Launahlutfall ársins var 11,2% í samanburði við 10,2% í fyrra og hlutfall annars rekstrarakostnaðar 5,2%, hækkar úr 4,9%, en við sjáum að kostnaðarhlutföll eru hærri í Færeyjum sem að skýrir þessa hækkun að hluta. EBITDA hlutfall 9,2% og hækkar úr 8,2% í fyrra og hagnaðarhlutfallið 3,8% og lækka lítillega milli ára. Hér hefur þá sjóðstreymisyfirlit ársins, handbært fé frá rekstri nam 13 milljörðum, hækkar 1,9 milljarða frá samanburðarári. Fjárfestingarhreyfingar voru 5,3 milljarðar til samanburðar við 8,7 milljarða í fyrra og lækka því 3,4 milljarða milli ára, en í fyrra var fjárfestingin í dótturfélaginu SMS að fjárhæð 4,7 milljarðar. Fjárfestingar í rekstrarfjármunum voru 4,8 milljarðar. Stærstu verkefnin eru tengd standsendingu á framleiðslurýmum fyrir eldur rétt og ferskar kjötvörur í Álfabakka. Það voru umbætur á nokkrum verslunum Bónus og Hagkaups. Olís opnaði 2 óbjustöðvar og hefur auk þess opnað nokkrar glans bílaþvottastöðvar. Þá var fjárfest í nýjum verslunarkjarna hjá SMS í Færeyjum auk fleiri verkefna. Fjármögnunarhreyfingar voru 6,2 milljarðar, þar voru endurkaup eiginbréfa upp á 1,1 milljarð, en til samanburðar það voru ekki keypt nein eiginbréf í fyrra. Handbært fé hækkar 1,6 milljarða á árinu og stóð í tæpum 3,9 milljörðum í árslok. Áður en við skoðum nánar efnahagsreikninginn þá er rétt að taka fram að samanburðarfjárhæðum fyrra árs hefur verið breytt. Það var gert til að endurspegla gangvirði kaupverðs SMS, en samkvæmt reikningsskilastöðlum er heimilt að gera breytingar á kaupverðsútdeilingu innan árs frá yfirtökudegi ef að framkoma nýjar upplýsingar. Áhrifin eru 500 milljónir, þar sem að fastafjármunir hækka og langtíma skuldir sömuleiðis og eiginfjárhlutfall lækkar úr 36,6% í 36,5%. En heildareignir í lok nýliðins árs voru 115,2 milljarðar, fastafjármunir voru 90,4 og hækkuðu 8 milljarða á árinu, en þar af eru leigueignir sem hækkum 5,2 milljarða sem er að mestu út af leigusamningi við Álfabakka, en auk þess hafa mikilvægi leigusamningar verið framlengdir á árinu. Veltufjármunir voru 24,9 milljarðar, hækkum 1,7 á árinu, en þar af hækkaði handbært fé 1,6 milljarð. Eigið fé í árslok var 42,8 milljarðar og átti félagið eigin hlutanafn fyrir 17,8 milljónir eða rúmt 1,6% hlutafé. Heildarskuldir 72,5 milljarður hækkaði 5,4 milljarðar frá lokum síðasta árs, en það er vegna hækkuna leiguskulda. Vaxtaberandi skammtímaskuldir voru 9 milljarðir árslok. Þar af er fjármögnun í dönsku krónum vegna kaupan á SMS að fjárhæð 3,8 milljarðum sem nú er unnið að því að endurfjármagna, en auk þessi 3 milljarða skuldabréfaflokkur á gjalddaga í haust. Víxilskuldir voru rúmir 1,2 milljarður í lok árs. Og hér í lokin höfum við þessa lykilmælikvarða efnahag sem við erum að skoða reglulega. Arðsemi eigin fjár var 19,2% á árinu og lækkar á 24,3% frá samanburðarári. En eins og komið hefur fram voru einskiptistekjur á síðasta ári vegna matsbreytinga fjárfestingarfasteigna sem skýrar svona hversu hátt hlutfalli var í fyrra að hluta. Eiginfjárhlutfall lok árs 37,1% en var 36,5% ári áður, en stjórn félagsins hefur sett sér markmið 35% eiginfjárhlutfall. Nettóvaxtaberandi skuldir að meðtöldum leiguskuldum voru 44,5 milljarður eða 2,5 sinnum 12 mánaða EBITDA ársins. Veltufjárhlutfall 0,75 og velturhæði rekstri var 12,8 dagar. Velturhæði eigna var 1,8 en var 2 á sama tíma í fyrra. Þá þakka ég fyrir mig í bili og Finnur tekur aftur við. Takk fyrir þetta, Guðrún. Við sláum svona botnin í þetta hérna með 2-3 glærum. Og stöldum stutt við hérna. Þetta eru 10 stærstu hluthafar okkar. Þeir voru þeir sömu og þeir voru síðasta janúar og fjórðungur þar á undan og fjórðungur þar á undan.
þannig að það er litla breytingar þar. Gengi bréfa stóð í 119 við lok fjórðungs og hafði þá hækkað 5% á fjórðungnum og ríflega 20% frá upphafi árs. Nú þróun á gengi síðasta árið helst ágætlega í hendur við þróun á hagnað á hlut sem mikilvæg mælistarði í okkar rekstri. Hagnaðurinn á hlut núna stendur í 6,75 krónum en þessi fjórðungur kannski aðeins dreginn niður vegna þess að við erum með tvöfalda leigu vegna Álfabakka og vegna þess að neikvæðu matsbreytinga á fjárfestingareignum sem að Guðrún gat hérna á undan. Yfir 12 mánaða tímabil þá hækkunin 21%. En til að taka saman það sem við sjáum framundan, þá erum við bjartsýn og metum það þannig að horfur í rekstri Haga eru frekar góðar. Við erum hins vegar ekkert bláeygð, það blasir við að svona á mjög stuttum tíma, í rauninni örfáum mánuðum bara frá því að svona fjórðungurinn byrjaði, þá hafa efnahagsaðstæður hérna heima snarversnað. Við erum að sjá verðbólgu, hún hefur sloppið hans frá okkur, hagvöxtur að dempast og atvinnuleysi að aukast og svo gerist þetta núna í byrjun á þessu rekstrarári hjá okkur að það byrjar þetta róstur í Mið-Austurlöndum sem að mun óhjákvæmilega hafa áhrif hérna heima, einfaldlega vegna þess að við erum bara berskjöldu fyrir hækkun og olíuverði eins og restin af heiminum. Nú við þekkjum þessi áhrif allt og vel. Það sama að gerast núna og fyrir 4 árum að mörgu leyti. Stríð, olía hækkar, verðlag í heiminum hækkar. Munurinn kannski núna og því sem var í Úkraínu sá að matarverðbólgan kemur líklega ekki alveg eins hratt upp núna, vegna þess að hún kemur óbeint í gegnum hækkaðan flutningskostnað út á olíuverði eða áhrifum olíuverðs á framleiðslukostnað, en í Úkraínu þá var í rauninni bara klift á framleiðslukeðjur í svona lykilhráefnum eins og olíum, matarolíum eða hveiti, þannig að verðbólgan skaust miklu hraðar upp þá. Við vonum að það sé að minnsta kosti það sem við eigum í væntingum, en innflutt verðbólga verður klárlega meira vandamál en verið hefur. Það svona nokkuð örugt í spilunum í formi þá eldsneytisverðs hérna heima og í formi hækkan á innkaupsverðum á hráefnum og tilbúnum vörum. Og við erum alveg farin að finna fyrir því að okkar birgjar eru farin að klukka sig inn með það. En þá mjög gott að vera með ákveðið mótvægi við slíka þróun í hagkvæmari innkaupum, en í hagkvæmari innkaupum heldur við höfum haft áður og samstarfið við Salling þarna á frábærum tíma fyrir okkur og gerir okkur kleift að lækka innkaupsverð og þá leið verð til viðskiptavina sem að styrkja samkeppnisstöðu okkar verslana. Auðvitað munu þessar arðinsbreytingar hafa áhrif á Salling, en eins og staðan núna þá erum við að sjá þessar möguleika á að lækka verð töluvert. Og staða allra okkar stærstu rekstrareininga, sérstaklega bónus, almennt mjög sterk, eins og sjá má af því að raunvöxtur töluvert meiri þar heldur en svona umfram markaðinn, umfram fólksfjölgun, og við sjáum ekki að það sé svona neitt það engin bilbugur á því. Gleymum því heldur ekki að stærstur hluti af veltu Haga eru nauðsynjar sem að svona hafa ákveðna tregðu í að sveiflast með hagsveiflunni. Þetta eru nauðsynjavörur og þær eru keyptar í upp- og niðursveiflu. Það líka fínt að horfa til þess að við eigum ennþá heilmikið af tækifærum í að bæta grunnrekstur og að blasi við í rekstri af þessu tagi að smáar breytingar geta haft mjög afgerandi áhrif á niðurstöðuna og ég minni á það í þessu sambandi að 1% af framlegð í rekstri Haga það bil 2 milljarða stærð, 1% stig. Við munum á næsta ári njóta ávinnings af viðskiptaþróun sem við höfum verið að vinna undanfarin misseri. Við erum að hefja rekstur nýrra eininga eins og Haga miðla. Við erum að hefja framleiðslu starfsemi, nýja framleiðslustarfsemi við Álfabakka, Glans nefndi áðan og svo var ég hægt að nefna fleira. Fjárhagsleg staðan hjá okkur mjög sterk, sjóðstreymið feikilega sterkt og við erum í raun í stöðu til að ganga inn í svona áhugaverð vaxtarverkefni, innri og ytri vöxt þegar þau bjóðast. Hafandi sagt allt þetta og get ég líka sagt að það einvala lið sem að vinnur hjá Högum og við erum svona sameiginlega bara bjartsýn með næstu misseri þrátt fyrir allt og ætlum að gera betur. EBITDA-spáin til marks það, við gerum ráð fyrir að hún verði á bilinu 18,8 til 19,3 milljarðar. Það þetta 4-7% aukning
og svona heldur meira því inn í þessum tölum eru einskiptiskostnaður vegna Álfabakka upp á tæplega 500 milljónir sem að telst þá ofan á þetta. Einnig ætla að nefna fjárfestingaráætlun gerir ráð fyrir að við séum að fjárfesta fyrir á bilinu svona 5,6 til 6 milljarða. Það að lunganum til líklega einhver í kringum 40% vegna Álfabakka og það gefur þá í hugarlund að svona þessi viðhaldsfjárfesting okkar, hún margfalt minni en þetta og það hægt að horfa til síðustu ára sem dæmi það. Nú, þá ætla ég að staldra við og treysti að það verði einhverjar spurningar og spjall hérna á eftir en við Guðrún erum tilbúna að taka við þeim eins og best hentar. Flott. Fínt að nota hljóðnumann. Já, komið sæl og takk fyrir góða kynningu. Mér langar kannski bara aðeins að spyrja nánar hann Salling vörurnar, sko. Þú talar lægra vöruverð og lægra innkaupsverð. Bara svona áhrifin þá á framleiðina svona með þær vörur sem eru þá að taka kannski út í staðinn, sko. Já, þetta frábær spurning og spurning sem við erum búin að velta mikið fyrir okkur. Það gömul og góð regla í hugum að þegar ávinningur næst í innkaupum þá deilum við honum á milli viðskiptavina og verslana. Þannig að það sem við erum að horfa á kannski tvennt. Í fyrsta lagi þá styrkja verðlækkanir í verslunum hjá okkur samkeppnishæfni verslananna, þannig að við gerum ráð fyrir að viðskiptavinir þá sýna okkur frekar traust og komi oftar. Hitt sem gerist að þetta mun styrkja framleiði okkar rekstri líka. Þannig að svona heilt yfir á þess að ég fari einhver smáatriðum það, þá gerum við ráð fyrir að það sé frekar til þess að styrkja framleiðið. Kannski bara svona aðeins follow up á þetta, sko, að þú talar þetta verið bæði í hagkaup og bónus. Þú veist, auðvitað verið í hagkaup hærra, sko. Bara svona, þú veist, eru þið að setja meira af þessum vörum inn í hagkaup svona hlutfallslega eða þetta... Aftur, mjög góð spurning, þetta eru nákvæmlega viðfangsefni sem við erum að fást við sjálf. Það verður einhver skörun á vörumenginu á milli búðanna, það bara eins og svo sem verið hefur, en það sem við kannski sjáum til frekar að það eru kannski ákveðnir hlutar af vörumenginu hjá Salling sem eiga meira heima inn í hagkaup og aðrir sem eiga meira heima inn í bónus. Ég nefni að þú spyrðum hagkaup. Prinsipvörurnar eru svona sælkera vörur, það eru úr allra hæsta gæðaflokki, það engu til sparaðar og það kannski sá vöruflokkur sem verður hlutfallslega meira inn í hagkaup heldur en inn í bónus, eðlimáls samkvæmt, á meðan bónus kannski meira að horfa á Salling-vörurnar, budgetvörurnar, ökovörurnar, það mun báðir horfa á ökovörurnar, þetta frábært frambúð af lífrænu vörum sem mun verða í báðum búðum. Þannig en það verður einhver skörun en það verður líka munur. Flott, takk fyrir mig. Þið kannski kynnið ykkur svona fyrst að þið eru með hljóðnumann. Ég heiti þá Helgi Vívill og hjá EFS Reitun. Bara aðeins halda áfram með Salling þá kannski. Þetta smottri af vörusölunum ykkar eða verður þetta eitthvað sæmilega mikið af innkaupunum hjá fólki? Eitthvað sem að fara að hreyfa nálina, getur við sagt, já. Takk fyrir. Til að gefa hugmyndum þetta í svona dæmigerðri bónusbúð, þá erum við með svona mengi kringum 6.000 vörur. Misjafnt eftir búðum, smærri búðir aðeins færri, stærri búðir aðeins fleiri. Í dag eru komin einhver 100 vara inn í verslanir. Við förum töluvert yfir 1000 vörur þegar allt komið. Kannski munum enda í, ég vil ekki nefna einhverja nákvæma tölu, það verður einhvers staðar á milli 1 og 2000. Það sýnir þá að, ef við tökum þá bara miðjuna þar til þess að einfalda reikningsdæmið, ef við miðum við 1500 vörur, það 1/4 af vöruframbúðinu. Þannig að það myndi ég segja, miðað við svona lækkanirnar sem við erum að sjá, alveg að fara að hreyfa nálina. Segi það með þeim fyrirvara að þessar vörur eru svona hlutfallslega, innflutavörur hlutfallslega ódýrari heldur en innlendar vörur. Og sá kannski flokkur af vörum sem hæsta einingakostnaðin einingaverðið er landbúnaðarvara. En já, þetta mun hreyfa nálina, klárlega. Hefðbundnari spurning, af hverju launakostnaður að hækka 10%? Það væntanlega munur á því að við bættum við SMS. Það stærsti munurinn. SMS ekki inn í samanburðartölum 3/4 í fyrra.
Og, Ég er að meina á fjórðungnum. Nei, ég er að meina á fjórðungnum. já, fjórðungur. Þetta eru, við höfum svo sem ekkert einhverja beina ástæðu nema auðvitað bara við erum með hærri hlutföll í Færeyjum og þau telja. Þar er launakostnaður töluvert hærri þannig að launahlutfallið er hærra og það skilir sér að hluta inn í samstæðuna. Kjarasamningshækkanir, eitthvað af einskiptislokafærslum í lokár sem kemur inn á fjórðunginn en við erum ekki að sjá, þetta er ekki að telja í einhverju mikil fjölgun stöðugilda. Fyrst að tekjurnar voru að aukast 10% þarna í SMS. Er þetta eitthvað sem getur haldið áfram hjá og af hverju aukast svona ótrúlega mikið kannski á milli ára? Ég held við ættum nú ekki að sjá, eða fara auðvitað eftir hvað verður í næstu kjarasamningsgerð en Nú er ég að tala um tekjurnar. Já, ertu ekki að tala um launahlutfallið? Nei, tekjur. Já, af því að það er nú spurning frá utan úr stafrænu heiminum sem að er einmitt að velta þessu upp, þú veist, áhrifin á SMS á fjórðungnum og hvort það sé hægt að gefa ykkur hugmyndum hvernig samburðurinn verður framundan. Við gerum ráð fyrir að verði sterkur vöxtur áfram í Færeyjum. Ef við tökum þennan fjórðung og ég nefndi áðan að við værum við hefðum svona lent í ákveðnum hremmingum, samanburðurum við síðasta árið þannig að þetta er lakari fjórðungur. Það er vegna þess að við erum með þessa tekjufærslu, eða þessi einskiptis tekjufærslu á fjórðungnum í fyrra og við erum með í rauninni tekjur niður á fjórðungnum núna. Þannig að fyrir þá sem eru að velta fyrir sér hvað er framundan hjá Salling, þá gerum við ráð fyrir að þetta er allt farið að renna saman. SMS, þá gerum við ráð fyrir að rekstur muni halda áfram að styrkjast og ef við tökum bara þennan fjórðung, svona run-rate á þessum síðasta fjórðungi ársins ætti að vera sterkara en við erum að sjá núna. En hvað skýrir þessa tekjuaukningu í raun og veru, þessi 10%? Hjá SMS, það er fleiri viðskiptavinir í búðir, það er meira sótt á veitingastaðinni hjá okkur, það eru heilmikla breytingar, svona, myndi ég segja, samfélagslega breytingar í Færeyjum, við erum að auka framboð af skyndibita og svona léttum veitingastöðum, þannig að þetta er bara þvert yfir okkar rekstur þar, þannig að það er kannski skýringin á því af hverju velt er að aukast er yfirleitt svo að það eru fleiri að koma og kaupa hjá okkur. Fleiri spurningar? Sá einhverjar hendur þarna? Góðan dag, ég heiti Dýri hjá Arion banka. Takk fyrir góða kynningu og til hamingju með uppgjörið. Bara með leikur forvitni á að vita hvort þið hafi yfirsýn eða tilfinningu fyrir því hversu mikið af vörum Salling vonandi leiti inn í vörukörfuna hjá Hagstofunni varandi vísitöluna og mælingu þar. Aftur, þetta er eitt af því sem við erum velta fyrir okkur, mjög góð spurning. Það eru kannski svona ákveðnir gallar á vörumælingum ASI að því leytinu til að nýjar vörur hafa ekki samanburð og þetta þá þannig út. Þannig að það sem ég gerir ráð fyrir að ASI geri ef að þau vilja fá markamælingu er að þau para saman Salling-vörurnar við einhverjar aðrar og þá sambærilegar vörur og þá er auðvelt að sjá breytinguna. En þetta er auðvitað svona kannski tæknilegt vandamál hjá þeim en það er nú búið að styrkja starfsemina töluvert upp á síðkastið þannig að það er að auki fjármagn til verðmælinga og ég bara hef fulla trú á því að þau finna út úr þessu. Þetta er í rauninni kannski ekki flókið mál, það er bara ákveð að gera þetta. Góðan daginn, Markus frá Arion banka. Þetta varðar þá hækkun á innkaupsverðum út af þessum stríðsátökum og kannski svona hversu mikil áhrif þeir eru búin að sjá núna, kannski byrjunin á þessum ástæðingi sem er í gangi núna og þá hvernig þessar hækkanir bera saman við þessar væntanlega lækkanir frá Salling. Já. Það er erfitt að svara þessari spurningu nákvæmlega. Ef við tökum þetta og sérstaklega samanburðunum á væntanlegum hækkunum og þá lækkas innkaupsverð vegna samstarfsins við Salling. Við erum farin að sjá tilkynningar hækkanir frá byrgjum og þær eru að koma alveg rösklegin. Við erum ekki að sjá svona þessu sem holskeflu og var fyrir nákvæmlega 4 árum síðan, það sem þetta var bara ömurlegt ástand.
Þannig ég gæti ekki sjálfur sér gefið þér nákvæma tölu hérna. En bara við erum að sjá þennan þunga, hann er að aukast. Og hérna hann kemur bæði, hann kemur kannski aðalega svona innsýnin okkar, við erum hluti af innkaupasamstarfi eða sambandi sem heitir AMS, það sem er mikil hérna svona tölfræði í kringum breytingar á hrávöruverð og svo framvegis, og við erum að sjá kannski þar eru framleiðendur inn í það samstarf eru farnir að klukka sig inn með hækkanir og sem eru fyrst og fremst út af hækkandi orkuverði. En ég er ekki með gott svar við nákvæmlega því hvort að lækkað innkaupsverð vegna salling geti í rauninni komið algjörlega til móts við væntanlegar hækkanir sem ég veit ekki hverjar verða, en ég ger bara ráð fyrir þeim. Einu viðbót, varðandi SMS sem er búið að vera núna í rekstrinum í rúmt ár. Hvernig eru þau svona samlegar áhrif á þeim samruna búin að vera í samanburði við ykkar svona væntingar eða innri áætlanir? Við gerðum í sjálfu sér ekki ráð fyrir verulegum samlegar áhrifum á kostnaðarhliðinni. Til lengri tíma gerðum við ráð fyrir einhverjum samlegar áhrifum í innkaupum og þið sjáuð augljóslega tækifærin því tengt núna. Þar fyrir utan þá höfum við svona horft til þess að samstarf eða sameiginlegt eignarhald á SMS og högum yrði til þess að styrkja vöruframboðið í verslunum hjá SMS. Ég er að passa maður rugla ekki saman SMS og salling, þetta er einhverjar hluta vegna samtvinnað og þá er ég kannski að horfa til þess og ég hef nefnt þetta áður hérna á þessum vettvangi að ef við förum búðir í Færeyjum þá sjáum við allt annað vöruúrval til dæmis þegar kemur að tilbúnum réttum. Það er eiginlega mjög lítið til en þetta hefur vöruflokkur sem hefur þróast hvað hraðast hérna heima á síðustu svona, myndi segja 5 til 7 árum og er orðin svona verulega stór í hlutfalli af veltu hjá okkur. Við getum í rauninni flutt út þessa vöruflokka og erum svo sem byrjuð að hérna svona vinna með það aðeins. En þessi bein kostnaðarsamleg bara út af fjarlægðum er ekkert veruleg. Svona meðan þið hugsið ykkur það er hérna ein spurning hversu miklar verðlækkanir við erum að tala í þessu nýja innkaupasamstarfi og hvort það er hægt að taka einhver dæmi breytingar á samanburðarhæfum vörum. Það er erfitt að nefna kannski nákvæmlega tölu. Við erum komið með kannski 1/10 af vöruframbúðinu sem við munum enda með og kannski varlegt að fara með tölur út byggt á því. En bara sem dæmi get ég tekið, og þetta er ekkert ódæmigert, lífræna tómatsósu öko-tómatsósu frá Salling. Og við erum að skipta henni út fyrir okkar eigið vörumerki sem er Hálíf eða Himnest lífræn tómatsósa. Þar er munur á kílóverði sá að í Salling öko er þetta kringum 800 kall, hjá Himnest er þetta í kringum 1200 kall, þannig að það munar töluverðu. Ef við förum og skoðum hérna sambærilega vöru hjá Samkeppninni þá er hún á 1250 kall kílóið. Þannig að þetta eru svona, þetta er alveg í hægri kartnirum en þetta er svona dæmigert fyrir það sem við erum að sjá. Og þessi ökoflokkur er mjög sterkur. Helgi Lafturbjörn, hérna, þú nefndir ytri vöxt. Hvað ertu að horfa á þar? Hvað geira finnst þér mest spennandi og hvað ertu að tala stór skref? Já, ef ég hefði eitthvað konkrétt svar fyrir þig þá gæti ég ekki svarað því. Kannski það sem við erum að segja er að við erum í stakk búin til þess og við erum búin að segja það að við viljum horfa til þess að bæta stoðum undir reksturinn, bæta við nýjum tekjum en það þurfa að vera arðbærar. Við höfum engan áhuga á að fara í verkefni sem skila okkur ekki arði, hvort sem það eru innri verkefni eða þá kaupa á öðrum fyrirtækjum. Við verðum að hafa eitthvað fram að færa til þess að geta þá gert betur heldur en fyrrum eigendur og þá þarf efnislega slík starfsemi að tengjast með einhverjum hætti í því sem við erum að gera. Getur verið bara þekking á smásölu, það getur verið einhver kerfi, það getur verið húsnæði, það getur verið sameiginlegur viðskiptavinahópur en
umfram það kannski myndi ég ekki vilja svara spurningunni mikið meira konkrétt. Er það að vinna aktíft í þessu eða er þetta bara svona á borðinu? Þú ert ekkert leiðilegur og svaraði já. En einu svona abstrakt spurning, hvað þarf að gengið á í heiminum til þess að ykkar olíubyrgir á erfitt með að afhenda alla olíu sem þið viljið? Meir en það sem í dag. Ég ætla bara rétt að kanna hvort það eitthvað að koma hérna. Spurt hérna hversu stór hluta fjárfestingaráætlun ársins vegna Álfabakka. Ég var búinn að fara yfir það, ekki stuttlega. Já, 40%. Já, cirka 40%. Og við erum þá að gera ráð fyrir töluvert lægri fjárfestingu going forward. Hei, Hilmir frá Íslandsbanka, takk fyrir kynninguna og ég var svona að pæla sölutapi í SMS. Þessi vika? Já, hversu mikið var það? Og, hefði þetta ekki gert, var þetta flatt milli ára eða í EBITDA til dæmis? Við erum náttúrulega með EBITDA sem að verður fyrir áhrifum á fyrir fjórðungi, fyrir rúma ári síðan af einskiptisfærslum sem þetta voru byrgjaafslættir sem í rauninni lotast inn á desembermánuð og lotast allt öðruvísi núna. Þannig að desembermánuður og þá fjórðungurinn að ígjast töluvert og við vorum þarna í skiptum á milli kalendarárs hjá SMS. Þannig að það í rauninni samanburðurinn sem þannig við vitum í sjálfu sér ekki alveg hvað eðlilegur mánuður eða eðlilegur fjórðungur. En við vitum það að tapa sölu, einhverjir 20% miðað við venjulega viku í viku fyrir jól, það bara telur alveg slatta sko. Þannig að, en aftur ég ekki með konkrét svör nákvæmlega við hversu mikið tapið var. En það var eitthvað. Við hefum mikið undir áreiðanlegum skipaseglingum. Bæði í Færeyjum og hérna. Ég held að dagskráin sé þá nokkuð til tæmd. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og fyrir alla spurningarnar og spjallið og minni á að enginn fari út á þess að taka eitthvað smá með sér og prófa af nýjum vörum frá Salling. Takk fyrir í dag.